Næstur á mælendaskrá Heiðar Magnússon, útgerðarmaður smábáts í Ólafsvík. Gjörðu svo vel. Ágæta fundarstjóri og ágætu fundamenn. Nýliðun í sjávarútvegi eru hugtak sem mikið notað í þjóðfélaginu í dag. Svo virðist sem sumum finnst allir geta hafið rekstur við fiskveiðar. Ekki endilega geta startað verslunarrekstri í Kringlunni eða Smáralindinni því að það sé svo dýrt að stofna til slíks reksturs og áhættan mikil. Hvernig byrja maður í útgerð? Veturinn 2001 seldi ég íbúðum mín í Kópavogi og lagði alltaf veiði sem ég átti og meira til. Ákvað að kaupa með bát, þetta hefði eflaust margir geta gert ef þeir á annað borð höfðu áhuga að byrja í útgerð á þeim tíma. Ég keypti bát frá Þorlákshöfn með veiðileyfi í svoköllu krókakerfi. Í því kerfi var þorskur í kvóta. Ýsa, steinbítur og ufsi voru utan kvóta. Þetta fyrirkomulag var síðan aflagt ári síðar og strauðið hófst fyrir alvöru. Það voru ekki margir sem spáðu með löngum lífsdögum í útgerði þessi aðstæður. Fyrstu vann ég við þetta einn. Beitti línuna, réri einn borð í þeim tilgangi halda niður öllum tilkostnaði. Þegar menn hefja rekstur, hvort sem það sjávarútvegi eða öðrum atvinnugreinum, það dugnar og ráðdeild það eina sem dugar. Þegar áðurnefndar tegundir voru kvótasettar átti ekki annarra kosta völ en að fjárfesta slíkum heimildum. Mér eru aldrei gefnar neina aflaheimildir því orðaskrýpið gjafakvóti aldrei átt við mig og mín útgerð. Ég keypti kvóta smátt og miðaði kaupið með rekstur félagsins stæði undir öllum afborgunum og vöxtum vegna þess. Þannig hafði mér tekist að byggja upp kvótastöð sem var orðin viðunandi þótt alltaf megi bæta við. Fiskverð á þessum tíma hefur oftast verið viðunandi þess vegna dæmið gengið upp. Árinu 2005 keypti ég nýjan bát frá bátahöllinu á Hellisandi til að auka aflaverðmæti fyrirtækisins. Frá þeim tíma og fram til ársins 2007 hélt ég áfram að byggja fyrirtækið enn frekar upp, meðal annars með því að bæta við mann á sjóinn, reið mér fólk til að beita línuna, keypti húsnæði fyrir beitnisaðstöð, keypti enn meira aflaheimildir. Slík uppbygging á fyrirtækinu ekki verið átakalaus, en menn skynsemi, ráðdeild tókst það og ég hef undanförnum árum skafað 5 til 6 manns vinnu allt árið kring ásamt því að byggja mér. Og fjölskyldu minni heimili hér í Ólafsvík, rekstur félagsins gekk vel, ég hafði ekki undan eina kvarta. En hver staðan í dag? Fyrir bankarunni átti ég 60% eigi fyrir útgerðinni. Nú er staðan þannig að í raun á maður ekki neitt vegna þeirra miklu hækkana sem koma að hafa öll lán félagsins. Tvöföldun allra skulda sem ég til mig ekki eiga nein sök á. Einnig hafa verið endalausar skerðingar á kvótunum sem maður á erfitt með að skilja ef tekið með aflabröðum hér í Breiðafirði. Undanfarið misseri en lítið eða ekkert hlustað á okkur sjómenn í því sambandi. Í dag ekki hægt að hafa lánsfé til fjárfestingar í einu eða neinu og því ómögulegt fyrir mig að halda áfram uppbygging á útgerð minni eins og ég hef lýst hér. Ástæður þess eingöngu vegna óvissu í sjávarútvegi sem skapast fyrst og fremst að neikvæðum álflutningi núverandi stjórnvalda út í sjávarútveg og ekki síst vegna hugmynda þeirra svokallað fyrningaleið. Ég spyr, þetta framlag stjórnvalda til aukinnar nýliðun í sjávarútvegi? Nei, þetta þeirra framlag til þess að draga allan vilja mátt og möguleika úr þeim sem þó hafa verið að streiða við uppbyggingu í sjávarútvegi þótt smá séu. Að lokum vil ég segja þetta: sjómenn og allir Snæfellingar stöndum saman, stöndum vörð um sjávarútveginn.